mánudagskvöld á Suðurland FM. Held ég nú sportþátturinn með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi og það komið að tilraun 2 í að heyra í markmanninum Guðjón Orra Sigurjónsssyni. Heill og sæll félagi. Blessaður. Ég biðst afsökunar á tækninum og erfiðleikum áðan, en það komið í lag núna. Ekki máli. Já. Herru, hvernig hefur það? Ég hef það bara ágætt. Já. Bara helviti góður, sko. Já, nákvæmlega. En sjálfur? Já, bara ljómandi góður. Hvar ert þú staðsettur á landinu núna? Ég ekki á Íslandi, ég í Budapest. Já, hvað er þetta þælast þar? Ég ákvað að kíkja bara aðeins í svona smá recovery síðan. Já, einmitt. Já. Þetta það ekki, fyrsta tímabili sem þú tekur þar sem þú nærð að spila alla leiki? Já, þetta sennilega fyrsta síðan sem ég tek 22 leiki. Já. Það mesta lagi hafi ég tekið 13-14 leiki. Þannig að þú kemur núna á Selfoss fyrir þetta tímabil, hvernig líkaði við að spila hérna á Selfossi? Fyrir mig, ég nöyti það er alltaf gaman að spila fótbolta og tala ekki 22 leiki, þá var það mjög gott og það er alltaf gott að spila leiki og kemur í Neislabankan en niðurstaðan í mótunum kannski sjálfu var ekki alveg, hún var undir væntingum. En þú náttúrulega þekkir vel til, þú ert eða ekki uppalinn í Vestmannaeyjum? Jú, fættur uppalinn þar. Já, og hvernig var svona markmannsstjálfinu þar í den? Hefur alltaf verið markmaður? Hef ég held ég verið markmaður þá ég, 6-7-8 ára, ég man það ekki alveg, en 6-7-8 ára þá byrjaði ég í marki, held ég. Og tókstu þá bara ákvörðun að vera alltaf í marki? Já, ég held að það ekki komið eitt annað hjá mér en að vera í marki. Það var einhver ein góð aðeins sem ég átti á einhverju yngri flokka aðeins og þá var ekki aftur snúið. En í Vestmannaeyjum, hvernig, þú náttúrulega það ekki, ég ert einn af þeim sem fóru í gegnum knattspyrnuakademíuna þar eða ekki? Nei, ég myndir aldrei sjá mig þar. Nei, já. Það nefndi ég ekki, þannig að... En hvernig hjá þér, svo náttúrulega ferði í Stjörnuna? Ég fór í Stjörnuna, já, og það var mjög góð tími fyrir mig. Ég lærði mikið og bætti mikið og það var í topp umhverfi þar og það góða þjálfara og þjálfa fólkið það var mjög góður. Já. Mjög góður og hann, ég bætti mikið þar í honum. En, við tölum aðeins þjálfun á markmönnum, hvernig, það er náttúrulega markmenn gleymast oft í svona talinu, hvernig finnst þér ekki þjálfun og markmönnum búin að breytast heilmikið, bæði í yngri flokkum og núna upp í meistaraflokk, frá því þú byrjaðir svona, 6-7 ára gamall? Já, hún er klálega í sókn á Íslandi en kannski fyrir mitt leiti þá ég þurft sjálfur og örugglega fleiri, ég þurft að fá þjálfun miklu fyrr, kannski þurft að byrja frá byrjun og þá leið það bara græða klúbarnir, uppbyrðisklúbarnir af því ef þú ert með markmannsþjálfara frá byrjun þá væri markmannin miklu meira tilbúinn upp í meistaraflokkstarfið en í dag þá ég held að þetta sé í sókn núna en það sem áður var þá held að þetta hafi ekki verið nógu gott. Nei, nákvæmlega. En það er náttúrulega ef þú horfur mitt á yngri flokkan í dag, er eitthvað sem hægt að gera betur fyrir unga etnilega markmenn? Já, ég held að það bara sinna þeim bara leið að þau byrja og þá leið þá bara kenna þeim grunninn og það byrjar þetta og ef þetta er markmann sem er góðan grunn og þá er framhaldið miklu þægilega fyrir meistaraflokksþjálfunina og það skila sér miklu betur inn í meistaraflokksstarfi. Já, nákvæmlega. En hvað er framöndan hjá þér núna eftir þetta skemmtilega tímabil hjá þér í Selfoss? Það er bara óljóst, ég er alveg hinskilinn. Eins og eftir hvert einasta season þá tekum maður stöðuna með klubnum og við ræðum málin og sjáum hvað maður fara betur og hvað menn vilja gera í báða enda, hvað sem það er klubburinn eða ég og hvað menn vilja. En þannig að það er bara óljóst. Já, nákvæmlega. En Selfossliðið sjálft, hvernig fannst þér þetta er náttúrulega mest skipaði það ekki bara heimamönnum? Jó, mikið til, þetta er mikið heimamönnum manna og pluss einhverjir útlendingar og
þannig að hvað mér finnst, ég veit það ekki, ef þetta liði á að taka auka skrefi og alltaf fara upp, þá það er valið útlendingum að vera miklu betra. Og já, það er svona persónulega mín skoðun. En þessi klúbbur eru alltaf að bera, þetta er hvað, 7 manna beygja þannig allt í allt. Og í rauninni ætti þessi klúbbur að vera í efstu deild. Nákvæmlega. Fyrir mér. Já, og já, svona með yngri flokkana, hvernig náður eitthvað að fylgjast með þeim í sumar? Já, ég fylgdist þetta með þeim og þeir líta nokkuð vel út. Annar flokkur var enda vonbrigði. En þriði flokkurinn, þeir eru spilarar þar, þannig ég held að framtíðin sé björt þar allavega. Já, nákvæmlega. Og ofan í yngri flokkana, þá þeir líta mjög vel út á yngri flokkamótunum og þannig að ég held að framtíðin sé björt til sjálf og sé ekki spurning, sko. Þú væntanlega þú ekki að gagnrýna uppeldisfélagið IBVF, hins vegar frábært sumar, bikarmeistarar bæði kalla og kvenna, en hvernig svona, þeir voru nú ansi nálægt í að falla? Kalla megin? Já, ég meina þetta er frábært sísón fyrir þá. Meistaraflokkur kvenna og kalla bikarmeistari og þeir halda sæti sínu kalla megin og stelpunni gera alluga toppáráttinni, þannig að það er ekki slæmt þá að segja. Þeir geta verið stoltar í sínu sísóni. Það voru mjög flott hjá þeim. Hjá Jesse og Kristján Guðmunds og þeir gert bara gott sísón og þeir geta lappa stoltir frá því, þessi tímabili. En áður en ég sleppi þá væri ég nú að spyrja þig út í enska boltan. Hvað er þitt lið þar? Það Liverpool. Já. Og hvernig líst þið svona á stöðumála þar eftir fyrstu 7 umferðirnar? Ég er ekki alveg nógunaður. Ég er úr hinskilinn og ég held að Liverpool sé búið að vinna 1 leik að síðustu 7 og þá hétur eitthvað annan Jürgen Klopp og þá held ég að væri búið að sparka frá borði ef ég er alveg hinskilinn. Þeir þurfa að finna formið undir eins ef þeir alltaf ekki að lenda allt of langt eftir á bestu liðunum. En hvaða lið munu standa toppinn núna í vor í ensku úrvalsdeildinni? Ég held að veri Manchester City og Manchester United. Já. En besti markmaðurinn sem að þú lítur upp til hérna heima fyrir á Íslandi fyrir og síðar? Fyrir og síðar? Já. Gunnar Sigurðsson. Gunnar Sigurðsson? Gunnar Sigurðsson, IBVF. Já. Frábær þar. Eiginlega mitt ædol þar í íslenska boltanum. Já. En út í heimi? Út í heimi? Ég veit ekki, Peppi Reyna. Peppi Reyna? Já, einmitt. Guðjón Orri Sigurðsson, þakka að kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, bara njóttu þarna úti. Takk fyrir það. Já, það var gott. Okay. Margblessaður. Já, Guðjón Orri Sigurðsson, markmaður Selfoss og verður það svo sannarlega áfram, það er engin spurning. En já, við ætlum að halda áfram í boltanum og já, við ætlum að skipta yfir í körfuknattleikinn. Og línunni hér innan skams, það er hann Einar Árni Jóhannsson, þjálfari Þór Þorlákshöfn, farið ekki langt. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. 963 Suðurland FM.